Ef það drasl í herbergi, þá þarf að taka til. Ef það kviknar í húsi, þá gefur auga leið að það þarf að slökkva eldinn. Ef fólk veikist, sjálfgefið að það þarf að leita sér lækninga. En hvers vegna það þá svo? Núna, þegar jörðin bókstaflega með hita, þá gengur hægt að gera eitthvað í málunum. Settu þið stellingar. Nú ætla ég að segja svolítið alvarlegt. Í kjölfar iðnbyltingarinnar hafa gróðurhúsalofttegundir og þá sér í lagi koltvísýringur aukist verulega í andrúmsloftinu vegna meiri bruna jarðefna eldsneytis. Aukin losun gróðurhúsalofttegunda hefur magnað gróðurhúsaáhrifin og leitt til hnattrænnar hlýnunar sem ekki sér fyrir endan á. Það auðvelt og eðlilegt að vera svolítið kvíðin yfir þessu. Vandamálið sem við höfum skapað með neyslu okkar og lífstíl stórt. Það sem við notum, kaupum og borðum ógnar heilbrigði lífvera á plánetinu okkar, líka okkar eigin heilsu. En góðu fréttirnar að það ýmislegt sem hægt að gera og jafnvel verið að gera. Það sem jarðarbúar geta gert til að reyna að sporna við hitaaukningunni meðal annars að minnka brennslu jarðefnaeldsneytis sem spúir koltvísýringi út í andrúmsloftið og við þurfum að leggja aukna áherslu á tækni sem nýtir umhverfisvæna orku. Ef bílar og verksmiðjur ganga fyrir umhverfisvænni orku, eins og vetni og rafmagni, vinnst mikið. Einnig má draga úr gróðurhúsaáhrifum með því að planta fleiri trjám, en tré vinna meðal annars koltvísýring úr andrúmsloftinu. En hvað getum við gert? Ég og þú sem einstaklingar. Það nefnilega langauðveldast að breyta sér sjálf. Fyrsta skrefið að endurhugsa það sem við notum, kaupum og borðum. Hverju getum við sleppt? Þurfum við þetta allt í raun og veru? Mikilvægt að afþakka það sem við viljum ekki, því þá minnkum við sóun og sendum skilaboð til annarra. Við getum einfalda líf okkar og keypt minna. Þannig komum við til dæmis í veg fyrir að henda mat, spörum peninga og þurfum sjaldnar að taka til. Ef þú búinn að endurhugsa, afþakka og einfalda, en þarft samt að nota einhverja hluti, má spyrja sig hvort það sé hægt að fá það að lána það eða keypt það notað ef þú hyggst nota það áfram. Að flokka og endurvinna gott, en það því miður ekki eina lausnin á vandamálinu. Lausnin að búa til minna rusl. Að flokka neyðarúrræði og síðasti valkosturinn okkar. Og svo getum við líka haft áhrif á aðra. Áhrifaríkasta aðferðin til að hafa áhrif að þrýsta á þá sem ráða og fræða annað fólk í kringum okkur stöðuna. Hægt að senda góðar hugmyndir til stjórnvalda, búa til auglýsingar, skipuleggja mótmæli, fara á fund með ráðafólki, leggja fram óskir, skrifa í blöðin og á netið, margt fleira. Mundu að þú mest skapandi vera jarðarinnar og þú hefur áhrif. Enginn getur allt, en allir geta eitthvað. Við gerum þetta saman.